Við eigum nú 2 mínútur eftir í 1:30, þannig við getum sagt að meðan gamansögur af honum Villa Radio. Það ekki allt í lagi? Jú. Þetta svo fullt hérna, þið viljið þú að tala hátt, sko, það svoleiðis, en ég sé þetta allt í lagi, við getum bara að fara að byrja. Í kvöld sent fræðsluerindi Villi Radio sem svo að kallaður, hann heitir Vilhjálmur Þór Kjartansson, en það þekkir hann enginn undir því nafni. En þetta sent Vilhjálmur Þór Kjartansson sem að standa upp og hneigjaði fyrir liðinu. Hann hefur aldrei heitið Vilhjálmur Þór Kjartansson, hann hefur alltaf heitið Villi Radio. Þegar ég man eftir honum þá var hann skáti niður á Snorrabraut og hann var foringinn í hjálparsveit skáta í Reykjavík og hjálparsveit skáta í Reykjavík átti burðarstöð á 2790. Þetta var 2 manna tak, einn þurfti að bera en annar þurfti að tala og Villi talaði. Var ekki þannig? Nú 2790 að því leyti skemmtilegi tíðni að millitíðnin í þessum tækjum þá var 455 kílórið og sá kristall liggur þá upp á 3710, ekki rétt? Fyrir oscillatorinn. Og 3710 var síðan morstíðni íslenskara radioamatöra í fjölda ára. Það var þetta að fá kristall, stingunum í og maður var á 3710 og þetta var sem kristallinn, móttökukristallinn í viðtækjanum sem voru smíðu hjá Landssíma Íslands. Nú þegar við hinir, þessir smákallar, vorum að sperra okkur í afli og stóru netum, 100 vött eða kílóvatt, sem má ég sjá hérna, hverjir hafa prófað kílóvatt. Það eru nokkrir, þá var Villi í allt öðru sólkerfi. Heldur við hérna hinir. Hann var góður í 100 vöttum eða 10 vöttum og breiðast brostan á 1 vatti. Og þetta erindi kvöldsins að fjallar að hluta til þetta. Vilhjálmur, þú átt sviðið. Sko, þú ferði ekki alla leið. Nú, nei. Nei, svo smíðaði ég sendi sem með bandskiptar og öllu hægt að tjúna hann út og alveg indikatórar allt saman í gömlum Heklu eldspýtustokk. Það hafði samband með honum bæði við Nýja-Sjáland og Ástralíu. Nú, svo ætla ég að segja ykkur frá því að Villi 230 milliwatt. Villi var með eldspýtustokk en hann var að segja þetta. Kom ég vel. Jæja, góði félagar, gaman að sjá ykkur. Sko ég þekki nánast alla hérna. Já, þó ég sé orðinn svona gamall. Það var gaman að sjá. Hérna, já, ég ætla að renna hérna aðeins í gegnum nokkra glærur. Kristján var nú að segja skemmtisögu af mér af einhverjum hundi. Það er fínt, þakka fyrir samt. Hjá, sko, Evrópusamtökum amatöra, það sem var haft á orði hvað ég væri langorður. En sko, það er þess vegna sem Andrés sagði mér þegar hann bað mig að halda þetta erindi að ég hefði 20 mínútur. Að ég ætla að sjá hvort það, svo talar hann 45 mínútur núna. Við sjáum bara til hvernig þetta gengur. Við skulum bara setja þetta í gang. Já, þið sjáuð allir að það ekki texta, þar ég verið að lesa þetta upphátt. Sjá þetta ekki allir. Líka þeir sem eru þarna, það eru ungir menn þarna, þeir sjá það nú vel. Og hérna sjáu þið hvernig þetta sóta er orðið til, sko, sömmið som þau er. Við getum kallað tindar í loftunni eða tíl, þá kannski. Og hérna er þetta sem er svona aðallinn í þessu hjá félaginu, að þó að þetta sé byggt upphaflega á hugmyndin að ganga á fjöll, þá vilja allir sem að helst, sem að mögulega geti verið með. Og hérna, þið sjáu þetta að mönnum er það bara eftirlátið, eftir getu og áhuga. Hvernig þeir skilgreina hvað close vicinity er,
hvaða fjarlæg það er. En svo leggur sótarhreyfingin líka og hefur verið vaxandi mæli síðan ég kynntist henni sem leggja áherslu á líka umhverfisvernd og tillitssemi við aðra sem að eru að njóta sömu útivistar, að við breiðum ekki ómikið úr okkur og svo framvegis á fjölsóttum stöðum. Skulum sjá hvernig þetta gengur. Þetta byrjaði nú fyrst held ég ég held að hafa verið í Englandi og Wales sem það byrjaði þarna þegar upphafið og en þetta er komið til 266 landa núna og eins og við sjáum þarna að yfir 38.000 skráðir notendur, það eru þeir sem hafa farið á heimasíðun og skráð sig inn sem notanda að þjónustu þeirra. Viðurkenndi Tindar á öllum heiminum 180.999 þetta hlýtur nú að breytast nánast daglega en til þess að komast inn á heimasíðuna þá sláiðu bara einfaldlega inn þetta sota.org.uk og þá opnast þetta og svo getið þið valið þarna úr þessum bláu og ef þið farið inn á Summit Listings þarna og síðan á Summits þar að þá getum við fundið til dæmis skrána fyrir Ísland, þannig að þetta er tekið út úr listanum fyrir landssamtökin og það er bara kent bæði með nafni landsins og eins og við sjáum forskeytinu fyrir kallmerkin. Og það þurfti að reikna út í stafrænum gagnagrunni hvaða tindar á Íslandi yrðu viðurkenndir, það að segja samkvæmt þessum skilgreiningum sem að samtökin upphaflegu hafa fyrir því hvaða tinda sé hægt að nota. Og hann er stattur, ég heilsa honum á hann, Einari, ég vil klappa fyrir Einari fyrir þetta framtak þegar hann reiknaði þetta út og gerði okkur mögulegt að fara að stunda þetta. Þarna sjáu þið, ég rissaði þetta upp í gær, þetta er bara fljótlegast að skilja þetta svona. Ef þið kíkið á þetta að til þess að tindur getur komið til greina, þá þarf hann að skera sér nægilega vel frá landslaginu þannig að það sé ekki hægt að fara af honum, hann hangi hvergi saman við eitthvað tind sem að væri hærri, þá væri hann bara viðhengi við þann tind sem að væri, skiljiði, sótatindurinn. Þannig að þetta er skilgreiningin. Og síðan er líka teiknað inn á svo skilgreining að það má athafna sig og vera með tæki sín og loftnetið á svæði sem að nær alltaf 25 metrum niður fyrir toppinn. Þetta er svona það sem við þurfum að vita. Þannig að ef toppurinn er mjög breiður þá getur þetta alveg verið svolítið svæði. Já, það eru þannig svona heiðarsumar sem að eru þannig að virkjunarsvæðið er kannski bara einhverjir 2-3 kílómetrar á lengd kannski hugsanlega. Og til þess að halda áfram þarna á þessari heimasíðu, við erum búin að velja þarna, erum við búin að fá að velja Ísland út úr listan sem að þið sjáuð núna á glærunni á undan og þá getið þið valið svæði Það er yfirleitt þannig að löndum er skipt upp í mismunandi svæði og þið sjáu líka svæðin þarna á þessu korti Suðvesturland, Snæfellsnes og Vestfirðir vestast, Norðurland, Suðurland og Austurland. Og þá er hægt að skoða þarna einstök svæði og er ég að skoða Suðvesturlandið og þá sjáu þið að
hérna á okkar svæði þá höfum við nú svona sæmilegt úrval, það eru 43 tindar sem að við getum valið úr hérna ekki langt frá Reykjavík og þeir eru allir ágætlega gengir. Það er ekkert garanterað að þó eitthvað sem sem sótatindur að það sé hægt að komast upp á hann og hérna menn verða náttúrulega sína mikla varúð þegar þeir velja sér sótatinda og ganga á og tryggja öryggi sitt og allt svo frammi, allt svoleiðis. En svona er þetta og hérna, ég ætla að segja ykkur strax að við setjum þetta, hann tryggði mér einhvern tímann lén tf3dx.is, bara svona einfalt sem það er og hérna með hans hjálpa þá geti farið að setja eitthvað inn á þetta lén og þetta er komið inn ekki á það. Þannig að þið geti alltaf skoða þetta sjó á tf3dx.is og eitthvað fleira, varstu búin að setja inn líka, var það ekki? Já. Já. Og ég reikna nú með kannski að þessi kynning sko sem átti að taka bara 20 mínútur, ég kannski verði ekki nema 20 mínútur hérna að hérna ég ætla nú að reikna þetta fyrst árs fyrir þá sem að lítið sem ekkert vita sóta. Ég hef tekið eftir í fréttum frá þessum stað hérna og myndum að þá sé ég að það talsvert af nýju fólki. Þannig að ég veit að fyrir marga af ykkur eldri sem ég þekki vel hérna þá vitið þið þetta allt saman sem ég er að sýna hérna núna. En ég eiginlega miða þetta sem við það að vera kynning fyrir þá sem að þekkja þetta lítið sem ekkert. Og þarna sjáum þið að hver tindur hann gefur stig og það fer eftir hæðans yfir sjávarmáli. Og hérna það mætti kannski velta því fyrir sér hvort það ætti kannski að vera hæði sem að þarf að ganga til að komast upp á hann en allavega svona er þetta gert en það væri annað kannski mjög erfitt að vera að finna út úr því fyrir alla tinda. Og sá sem að fer inn á virkjunarsvæði Tinds hann er kallar Activator og það hvarflaði að mér hvort við gætum, ég veit ekki Einar, getur þú svarað því, voru þið komnið með einhver íslensk orð fyrir þetta, Activator og Chaser? Ekki betur en það út með því. Já, en allavega, ég er farin að nota svolítið hérna, vefi hjá Árnastofnun sko, þegar íslensk mál og karlkyns nafnorði virkir og karlkyns nafnorði eldir er hvoru tveggja til og gilt. Annað er reyndar sagt mjög hérna sjaldgæft. En mér finnst alveg koma til greina kannski að bæta tinda fyrir framann vegna þess að það er stundum sem þetta með sérstaklega orðið virkir að það er svo margt annað. Virkir, það virkar mjög vel. Eitthvað svoleiðis, en ef við myndum bæta tinda, bara alltaf tindavirkir og tindaeldir að þá er minni hætta á ruglingi sko. En hérna þetta er bara svona tillega til ykkar og sjáum við til hvort það gæti eitthvað fest í sessi. Oftar en ekki að þá er það svoleiðis að þessir hérna eldar sem eru eldast við okkur og ná sambandi og þeir geta safnað stigum og svoleiðis fyrir tinda sem þeir ná sambandi við. Það er sem sagt hin hliðin á þessu. Það er fjöldi fólk, sumir eru líka virkir sem virkjar, eru virkir sem tindavirkjar líka. Þannig að það er nú sjaldnast hörgull á nema kannski á 2 metrunum hér á Íslandi. Það hefur gengið mjög illa að ná til dæmis þessu lágmarki sem að er samband við hérna 4 til þess að geta fengið stíginn fyrir hérna tindinn sko. En það er svolítið kannski meir það hérna aftar. Þarf eldirinn að hafa skráð líka?
Nei. Sko, það nefnilega orðið breytt frá þessu menn hafa allavega haldið. Ég ekki alveg klár á því, sko, einu það var svoleiðis að það var gert ráð fyrir því að eldarnir yrðu. Það var gefið stjarna eða viðlíka eða ákveðið mats. Já. Svo var ákveðið að hætta því. Já. Og ástæðan sem ég gáði fyrir því var það að þetta var til þess að menn voru að reyna náttúrstuna og breyttu kannski réttri skráningi vitleysu bara til að fá stjórnum. Já. En núna er þetta þannig að maður skoða listan. Já. Þú vil að fengja listir á alla sem að töluðu þegar þú búið skráð. Já. Þannig þessar upplýsingar eru til. Já. Það eru bara ekki alveg. Já. En allavega ég væri tölvupóstsamskiptum sem ég sýn ykkur brot úr eftir við hann Andi, þarna sem var með kallmerki MM0 FMF. Já, það er Andy Sinclair. Hann er aðal heimildin. Já, einmitt. Og netuna svart. Akkurat, sko, ég hef áður því ég var að byrja svona, þá alltaf í sambandi við hann, sko. Og hann komið nýtt kallmerki reyndar. Já. Fjóri eitthvað, það sést kannski hérna eftir. En hann kom með svar við fyrir spurningum með hvað má mátt vera í faratækinu. Já. Og það var það að ef að þú ert að operera. Já. Það kemur eitthvað og keyrir bílinn í burtu. Já. Og það truflar þig ekkert, þá er þið lagi. Já. Þú mátt ekki tengja loftið til bílinn, þú mátt ekki nota til að skýla þig. Nei, og ekki taka rafmagn frá honum, nei. En sem sagt, þú mátt fara yfir í bíl og hlýja þig svona klikt. En ef að bílinn, þú getur haldið áfram okkur og bílinn hverfi. Já. Eða vélsleginn eða þyrflan eða hvað. Já. Má ekki nota fyrir staðfestingu. Já. Þannig þetta er, og það er einstaklega ekki krafa, það er alveg hægt að fullt af tindum sérstaklega erlendis sem hægt að keyra upp og það er upp á bílastæði og toppnum bara. Já, svo eru umhverfissjónarmiðin líka náttúrulega, passa upp á þau. Það er þess að í Ríklandi sem er svona gríska þátt, það eru gætna sko kirkjur, vitar, plötum. Já. En það er mjög oft sem það er bara kirkja og bílastæði á tökunum. Já. Það er bestur. Já, en svo geta líka tveir sem eru á tindi og eru sem sagt tindavirkjar að þeir geta líka haft samband sín á milli og þá eru þeir hvoru tveggja, þeir eru náttúrulega virkjar, tindavirkjar, en svo eru þeir líka þá tindaeldir hvors annars og og þá fær maður stig sem að er summan af stigunum fyrir báða tindan, er það ekki svoleiðis Einar? Jú, það fær stig eins og það hefur verið eldan og eins og það hefur verið virkjað. Já. Fyrir svona samveg. Og það er væntanlega þá á sikkurum tindinum? Já. Eru stigin bara sama búkinu? Ef maður er búinn að vera virkir og eftir? Nei. Ef maður er búinn að vera virkir og eftir? Það er sjálfstæð tölfræði. Já. Eru það aðskilin stigin? Það er aðskildar töflur. Já. Þau leggjast ekki saman? Já. Ekki nema í samveg. Já. Og þið sjáum náttúrulega þetta S, 2S, þarna sko þetta nú bara reika sér með stafsetninguna, Summit 2, tveir er bara fyrir 2 hérna á milli. Já. En með því að fara strax þarna, þegar maður er kominn á heimasíðuna að velja þetta sem að joining in, að þá fáið þið þessa skrá og þetta eru almennu reglurnar á ýmsum tungumálum. Það vantar íslensku, alltaf ekki að retta því Einar. En svo er handbókin sko, ég minnist ekkert á hana hérna í kvöld, af því ég miða þetta bara svona, eins og ég sagði, við menn sem ekkert eru mikið inn í þessu. En það er líka handbók sem að Einar vann, samkvæmt að þetta þýddir yfir á íslensku var ekki, eða er nú ensku. Aðalega ensku? Já. Það man ekki hvort það var ekki að vísta. Nei, ég man það ekki heldur. Það var Egil Ibsen sem að... Já. Sáum það mestu hluti. Já. Og þarna er alveg hellingur af lesefni.
Þetta er sem sagt þessar General Rules á ensku. Og ef þið ætla að hafa fullt gagn af þessu, þá þarf að skrá sig inn sem nýjan notanda og logga þá framvegis inn sem slíkur. Sko, það eru verið að koma 20 mínútur. Ég á kannski álíka mikið eftir þessu í búmið núna, ef við sjáum til. Og þarna er sem sagt síðan, þið opnið logginn og ef þið eru nýjir þá þurfum að skrá ykkur inn og velja ykkur notendanafn og lykilorð. Og allavega, ég held að sé algengt að menn noti kallmerkið sitt bara, er það ekki, sem notendanafn? Ég held að það sé regla. Já, það er nánast kannski regla, já. En sko eins og þið sjáu hérna, það er sko hellingur hérna sem hægt er að lesa á þessu hérna sem er komið hér á undan. Og og ég man að það tók mig allavega dálítið tíma að átta mig á framhengjunni í þessu öllu saman. Þannig að nú er ég að hugsa þá sem að vita ekkert þetta og en vilja samt forvitnast. Og þess vegna er þessi glæra hér. Það var þessi ágæti náungi þarna með kallmerkið HB9DQM sem að þetta er alveg mjög frábært framtak hjá honum að búa til þessa síðu. Og mér finnst mjög fljótlegt ef ég er á einhverju landsvæði og vil bara sjá hvaða tindar gætu verið inn á seilingar og svona, mér finnst mjög fljótlegt og þægilegt að fara inn á þetta þarna. Og þá þarf ekkert annað en að skrifa bara í urlínuna bara, sotlar, og þá opnast þessi stóri kortagluggi og svo getið þið zoomað inn og skoða hvert einasta fótatind í heiminum. Veistu hvað litirnir á litlu kúlunum hana þýða? Ha? Á Íslandskortinu eru gular og grænar og rauðar svona merkingar á tindunum. Já, og nú var ég að bera það aftur undir einar, sko, þetta er rauninni hæðin, er það ekki? Jú, þetta er stigastönd. Þannig að þessi, eftir flokkurinn, sko. Tröllaskaginn rauður. Ha? Tröllaskaginn rauður. Já. Já. Og svo er hægt að sækja þarna til dæmis sem það er líka hægt að slá inn hérna. Þá er til dæmis að slá í kallmerki einhvers sem þið vilji eitthvað fræðast hvað er búin að afrekað er að gera í þessu. Og en ef maður ætlar að sækja til dæmis sko loggana hans þá eru þeir sóttir á vefsótasamtakana og það er ekki opinn nema maður sé búin að skrá sig þar inn og það er hægt að gera bara af þessari síðu hér. Þannig að hérna farið þið bara á sama stað eins og þess að skrá ykkur inn á heimasíðu samtakana. Og mér fannst sko þetta miðað við það pæla þessi í gegnum allt sem maður var hægt að lesa þarna á heimasíðu samtakana, þá fannst mér þessi síða bara virka eins og skot. Hún er svo augljóst, það er svo augljóst hvernig hún virkar. Hvernig er þægilegast að vita hvenær maður er komin inn á svæði sem maður má virka? Maður veit kannski GPS-snitin á toppunum eða hvað? Já, það eru gefin sko hnitin, gefin hnitin á punktinu sem hann merkir. Það er svona, það er nógar 25 metrum í hæð. Já, þú verður þá helst að geta með GPS með mælt hæðina, vera með hæðamæli eða GPS-tæki til þess að já. Verður 25 metrum eða minna. Já, og vandaði svolítið við það og hafa svolítið upp á að hlaupa eftir í kvartum með góð mælitæki og góða möguleika á að vita hæðina réttilega. Og þú getur komið á hættutindi að lækka þig niður 40 metrum.
Hvað segirðu? Þú hefði getað komist yfir á tindinn Já. og þá lækkaði niður fyrir þetta 25 metra mark. Já, það kannski ef þetta er stór. Já, En svo nú kannski sjálfur tindunum svo ekki auðvitað að príla akkurat upp á þann topp, þannig, en það, það er hérna, en bara sína svona gætni svona eftir hvernig tilur að nákvæmni sé. Og svo hérna, svo kemur nú fyrir að það geta nú verið villur. Mást eftir því Einar þegar ég var búinn að fara á Stóra Björnsfell. Já. Og ég fekk ekki punktan sem giltu vegna þess að hann hafði sett á kortið sem leit út fyrir að toppurinn, það var gígur. Þannig það sem hann gaf upp til sóta, það var botninn á gígnum sem var hæðin sem ég fekk. Þeir hefðu svona óvart sett hæðartöfnir í botninn í gígnum í staðan fyrir tindinn. Og hérna, já. Og gígurinn á Stóra Björnsfelli töluvert djúpur. Svo Einar hann var snöggur að láta á að breyta þessu og fór svo sjálfur á tindinn og fekk alveg fulla hæð. Og svo var líka annað sem ég get líka rifjað upp og hérna það er rekja það að það hefði komið inn á, ég var dálítið duglegur fyrir þrjú fyrstu fjöllin sem ég fór á að skrifa góða ferðasögu og hún er inn á dx.is núna og málið var að í margar aldir þá sögðu allar heimildir að toppurinn á henglinum væri skeggi og hérna og ég fór náttúrulega þangað þess að ég þekkti hengilið, ég var svo mikið í skátaskálunum þarna á hengilsvæðinu sem unglingur svo ég fór bara beinustu leið að skeggja og starfrækti. En svo þegar ég komin heim eftir nokkra daga þá fæ ég póst frá Einari, ég heyrðu þú varst bara ekki á réttum stað. Þannig hann setti tindinn dálítið sunnar á fjallið og það er nú mjög erfitt að sjá hérna sko muninn. En ég get sagt þér það Einar að ég hef bara núna í fyrradag eða hitt í fyrradag þá fór ég kíkja betur á þetta. Sko það er loftmyndir EHF, þeir eru með þetta map.is og það er að vera þar með þrívíð kort sko og ég strikaði fram og tilbaka á báðum stöðunum sko mörgur sinnum þétt net svona og bar saman. Ég fekk nú eiginlega aldrei meiri mun en hann var samt þínum punkti í hag á í þessum tilraunum sem ég gerði upp á svona 1 metra. Samkvæmt þessu sko. Það sem ég gerði er nú bara sko eftir kortunum. Já, einmitt. Þú varst með þau bestu kortin sem voru aðgengileg þá. En það hefur verið svolítið pælt í þessu. Já. Það er kort gerði sem heitir Arctic Dam sem er dottið út núna. Já. Það er ekki með settu loftið fyrir. Já. Þetta var gert á tíma Obama sem þetta kom og hefur verið svona fram að þessu. Já. Og þar virtist ekki vera fyrstaður og eins og bungan sem Já. En ég hef líka fundið myndir þá þess að ég hætti þessi hæsti punkturinn og yfir skeggja. Já, og varst að láta bera í það sem var í bakgrunni. Já, ég man eftir því sko. Það í fjölur ber í það. Já. Svo fór að pæla í sko kúrfujarðarinn og svona. Já, ég fór nú að rekna eitthvað líka ljósbrotið og svona eftir hitastigul í loftinu. En þessir 2 mögulegu tindar, þeir eru þá með aðskilnað þannig að það sé farið niður fyrir 150 metra milli þeirra? Nei, alls ekki, það er niður fyrir 25. Nei, niður fyrir 25. Já, 25. Þannig að þetta er ekki sama virkjunarsvæð út af því. Já. Hefði verið hryggur þarna á milli þá hefði þetta ekki skipt neinu máli. Nei. Já, því miður, en hérna... er skráð, er tölvöld stórt, skeggja miklu minni. Já. Þessi virkjunarsvæðin liggja ekki saman? Nei. Þetta þýddi ég var að fara aðra ferð. Já. Þið getið lesið það sko, ef þið farið á tf3ds.is þá getið séð báðaferðina, ég slóði saman lýsingunni á þeim. Og hérna... En Einar, það er eitt fjall samt sem að ég bara alltaf ekki komið í verk að láta það vita af, að það er háskerðingur á Snæfellsnesi.
það alveg greinilegt þegar ég kom upp á punktinn þinn að það hérna vestar hærri punktur og ég held að það slitni í sundur sko, ég held það. Að vísu ég hef ekki gengið alla leiðin hérna. Hvar þetta fjall? Háskerðingur á hérna, þetta svona bara ekkert langt frá Stykkishólmi, svolítið inn í landi og til austurs frá Stykkishólmi. Þetta svona Mósi, heitir hún ekki Broki, stóra eyjan þar, Mósi hana. En allavega ég held að vera rétt að skoða þetta. Já, það hefur búið lítið virkið á þeim stóðum, sko. Já. Háskerðingur á hérna í Hórlajökli. Já, það annað. Við erum búin að fara þangað. Já. Það var einhver fleiri fara þangað líka. Já. En kíktu á þetta við tækifæri. Ég hef alltaf skrifað út af þessu en ég fór bara og ég spurði hann Andi einmitt af því að ég fór þarna á þennan til sem þú gafst upp og ég spurði hann að því í tölvupósti þarna þetta fyrir svona 4-5 árum kannski sem ég var þarna og hann sagði ef þú ferð á uppgefin punkt hvort sem að hann virkilega hæsti punkturinn ekki þá gildir það samt þar sem að Einar hefur sett í skrána. Það eru villur í kortunum og það eru villur sem ég fundið. Mikilvægast að vilja, en síðan mest óvart það að ég held að næstasta fjall á Íslandi var í Snæbreið og erum við til Hvannarstungur hæstur og samkvæmt kortunum þá var Snæbreið næsthæst þannig aðskilnaður á milli þannig þetta voru nummer 1 og 2 á Austurlandi en Sveinstundur hærri Snæbreið en kortunum voru ekki að sýna það. Nei, það nefnilega það. Þessu var breytt og þetta uppátti að ferðafélagið gefið út lista sem svipaði upp öðrum en það meira 50 metra aðskilnað kalla 50 hæstu á fjöllólandum eða Hvað er það margir tindar á Íslandi? Margir tindar? Eða eftir að tala sótatindar? Já, þeir eru 910 samkvæmt útreikningum hérna Einars og ég búið með 100 á Íslandi og það tók mig 7 ár, ég 82 ára núna, haldi ég náði að klára þetta? Ég var að syng. Svo ég búinn að vera í hléi núna í bara með 3 ár sko. Ég ætla nú að reyna kannski að fara að byrja aftur eitthvað. Villi, það verið að spyrja tækjabúnað sem þú hefur verið að nota hjá þessa tinda? Já, sko ég að því ég held að þetta var 20 mínútur þá tók ég það út. Ég var búinn að taka myndir og svona og ætlaði að sýna ykkur myndir að tækjabúnaði en ég skal bara græja það og setja það inn á síðuna tf3dx.is. Ég var búinn átt eftir að setja svona einhverja kassa með línum og benda á. Ég hef með mjög léttan og einfaldan búnað og það alveg rétt sem að Anders var að segja hann áðan að ég ekkert fyrir að ég hef aldrei átt sterkari send en 100 vött sko en mikið nota QRP sko 2 vött, 3 vött, 5 vött og þessi 230 millivött í eldspýtustokknum sko. Og í sótaferðunum á Mossi og svo er ég svo gamaldags, það bara mér finnst það svo skemmtilegt að vera á Mossi. Ég tek það fram með mér allt annað sko, þannig að ég nota yfirleitt 2 vött sko. Í sótaferðunum ég hef bara verið standa hjá maður, nota 2 vött nema þegar batterinu fara að slappast þá fer ég inn í 1 vatt eða eitthvað nú sem þarf bara til að bæta einhver aðeins við. Og ég veit ekki hvort þið trúið ekki að ég er með 8, ekki AA, heldur 8 AAA batteri og ég get farið vel á 3 tinda með það, með þessum búnaði og það dugir. En við setjum þetta hann inn á það er ekki vist að verði endilega á morgun en allavega næstu daga. Spurningin var samt hvort það væri einhverja reglur tækjabúnað? Einhverja takmarkanir tækjabúnað? Það? Já. Já, og máttu ekki fara með kílóvattið ef þú nennir að bera geimana? Já, þú þarft að... En ég sé að þú notar stundum, bara þú notar nokkuð oft 100 vött.
á tali á SSB. Það auðvelt að gera það að bera, sko, ef bílstöð og þessi lithium-batteri sem þau á nokkra dunda, sko, með lithium-batteri og 200 watt bílstöð. Já, sem varst að segja mig frá fyrir svona 2-3 árum, er þetta sömu batteríin sem að... Ég búinn að vera með að nota sömu batteri frá byrjun, en svo ég núna komið með aðeins betra batteri sem að hérna, og ég teki sko 10 samband á SSB 100 vöttum með Yasu bílstöð. Það var 2 svona sko, 857 og svo 19891. Og það nota svo mikið hlustum, það kostar 2 ampere í hlustum. Nei, 2 vött. Já, kannski ég kom einhver tíma með þetta, ég smíðaði mitt á svona, ég bjó mig til svona borð sem ég legg bara á hnén og ég bjó þetta borð til úr balsaviði, þannig þetta er allt sem mann fyrirslegt ég þarf að vikta þetta og hafa rapport af þessu inn á síðinu svona ánum að mjög langt líður. Á loftnetri varstu með Vili Áttasnæri? Ég hef, sko, ég byrjaði á því bara þegar ég smíðaði fyrsta sendin í bakpoka 1962 og kannski annarkot komið með hann einhvern tíman eða þá skrifum það inn blaði alltaf að gera það. Félagar mínir í hjálparsveitinni kölluðu þetta alltaf bitaboxið, sko. En þetta var okkar eina samband oft í jöklaferðum, sko, löngum ferðum og alls konar aðstæður og hann var 1 watt á morsi sá, en af því að það var ekki sko aflmótari heldur skrúa ég þá niður í sko helming spennu sem þýtti 1/4 watt, þannig þegar ég var á EM að þá fór það úr 1 watti niður í 250 milliwatt, 1/4 watt sem sagt, til þess að geta móta, 2-faldar spenna þá, 4-faldar náttúrulega, toppaflið. Og þetta notuðum við gríðarlega mikið og þar sem að ég hafði unnið sjálfur á radíóverkstað Landssímans á menntaskólaárunum að hanna þessar breytingar úr lömpum í transistora af því að verkfræðinga hjá ríkinu fóru í verkfall og það stendur enn. Það var aldrei, ríkið taldist ekki að þurfa að semja við verkfræðinga sem menn sem pissu upp í vindinn, sko. Það er alveg óþarf að semja við þá, en svo týndust þeir nú smátt og smátt til baka, en allavega þetta þýddi það að ég var í mjög skemmtilegu starfið þarna og út á það að hafa verið í þessu, ég hannaði sendin í fyrsta transportsendi sem var framleiddur hjá Símonum. Það var þetta sem þú varst að tala áðan Andrés, þetta sem við bárum síðan á grind á bakinu. Og ég fekk líka leyfi fyrir þessu sem tilraunasendin, þessu sem heimasmíðaða sendinin sem ég var með í bakbókunum. Þannig við notuðum að mikið í hjálparsveitinni sko, við Gufunesradio og bara gekk oft alveg príðis vel sko. Ég var aldrei sambandslaus á fjöllum öll þessi ár með þá græju. Það er ekki oftast enda hættur víðibili. Jú, og svona þetta sko, þegar ég spurður eitthvað, eða alltaf fara að segja frá einhverjum svo loftnetinu sem ég nota. Ég bæti alltaf sögu inn í, svo man ég ekkert eftir upphaflegu sögunni sko, þú vorst að spyrja loftneti sko, að það var bara í fyrstu ferðum með þennan sendi þá notaði ég kvartbylgju, en þá þarf jörð á móti. Þið vitið kvartbylgjan, það er hámark straumur þá í tengistafnum við sendin og sá straumur þarf að komast út í einhvern mótvægi eða jörð á móti. Þannig ég skipti þetta mjög snarlega yfir í að vera alltaf með hálfbylgjuvýr og þá er bara rýmdin í kassanum sko, eða tækjunu, það er alveg nóg sem mótvægi. Þannig það er það sem ég hef notað sko. Og ég hef verið bara í sótaferðum á 20 metrunum og þá er ég bara með 10 metrar langa mýr. Það er ekki með hálfbylgju, þá notar ekki mótvægi. Ef maður er með hálfbylgju, þá er nánast bara spenna en sáralítið straumur. Þannig að bara rýmdin í tækjunu sjálfu er alveg nóg sem mótvægi. Já, þú með spennubreytið. Þú ekki með spennubreytið. Já, sko, þá var maður, sko, þetta sem, þegar ég var alast upp í þessu,
þá var maður ekki með svona senda sem gátt bara unni út í 50 og maður var með senda sem að útgangsrásin í sendunum var í rauninu loftnetstjúner. Maður gat tjúna út í allt frá kannski 12 ómum eins og góðu bílaloftneti og upp í svona nokkur kílóóm sko, bara með því að færa úttak á spólu. Þannig það var ekkert vandamál sko. Voru þessi sendarinn með germanu utan að stóra? Jú. Y10 hér transistorinn í þessum fyrsta sendir sem ég smíðaði. Það var fyrsti senditransistorinn frá Philips. Og það máttu pína kannski út úr honum svona 2 vött sko, eitthvað sluðis. Já, hérna. Já, á... Þú upp í Jötni með sendir, ekki varst þú með hjálparsendinu með upp í Jötni? Upp á Jökli? Já, upp í Jötni. Jötni? Já. Jú, einhvern tíma var ég þar. Og brann hann yfir hjá þér? Og? Brann hann yfir sendirinn? Nei, hann brann ekkert yfir. Það var móttakarinn. Hver var að tala, sagði þetta? Ég sé svo eitthvað... Ég var með ykkur að hjálparsendinu einu sinni. Já, varst það þú? Já. Veðurteftir. Já, veðurteftir, já, heyrðu. Já, ég man ekki hvort ég var með sko bitabóksi eða hvort við vorum með svona landsímasendi sem framleiddur svona... Þið voruð yfir í Þrym og komum í Jötni til okkar. Já, við vorum yfir í Þrym með þetta, já, ég man eftir því. Ég hef nú oftar einu sinni sko verið með senda náttúrulega bara í Þrym og Jötni sko. Já, en þetta var í vittlausu veðri sko. Já. Grenjandi hríð. Já, það var, já, og við komum við og hjálparsveitin að uppbyttir. Já, það var ekki betra við í Jötni. Já, ég man ekki fyrir víst hvaða sendi ég var með þá. Og það fuðraði sendirinn. Nei, það eru aldrei kviknaði í sendi hjá mér. Aldrei kviknaði í sendi. Það var kannski þetta bara annað tilfelli en lýsingin á þessu sem maður var í horninu á Þrymskálanum, í gaflhorninu að vestanverðu, þar í horninu. Þetta var í Jötni? Ég var sendininn í Jötni, já. Þið voru allir komnir yfir Jötni? Já, heyrðu, en var það ekki alltaf stór kassi, svona stór? FAF talstöð, Það var lítill sendir. Lítill sendir? Á Morsi. Á Morsi? Já, þá hlýtur að vera ég var einu mann í hjálparsveitin sem kunni Mors. Þú tókast á loftið úr sambandi og stóðst til jarðar. Sko, en það kviknaði ekki til sendunum. En sko, ef það var oft í éljagangi og svona, þá var mikið statikk, sko, sem kom rafhleðsla á loftnetið og þá stóðu bara bláu neistar í allar aftur, sko. Er þetta ekki það sem vorst að tala um? Jú. Já. Það sendið var óvirkur. Var það? Já. Og ég líti af komuðum í lag aftur. Það var bara skilabóðum að við værum það allir. Já. Já, heyrðu, já, þú varst þarna, já. Hvað heitirðu? Hvað heitirðu? Ég heiti Guðjón. Ég heiti Guðjón. Guðjón? Já. Ég var ekki í hjálparsveitinni, ég var í skápnum. Já. Þú ert aldrei yngri en ég. Þú ert ekki orðinn 82, er það? Ég er sína í vinnunni. Ég er barnungur við þér. Já, ok. Já. En jú, þetta kannski var ég, líklega var ég í þessari ferð. Líklega sem þú ert að tala um. Það var bara Mors. Já, ef það var Mors, þá hefur það verið ég. Já, ég held það. Komstu nokkuð náður hönnun á SSB-stöðum sem Síminn framleiddi? Nei, það var Ólafur Indriðarsson sem hannaði það. Þá var ég hættur hérna fyrir þó nokkuð síðan. Í 74 þá var ég að vinna á Landsímanum að smíða þessa stöðar. Já, sko. Það montir á allt þetta. Já. Í nýsmiðin hjá Baldri? Já. Varst þú í nýsmiðin hjá Baldri? Já. Þetta vissi ég ekki. Og Magnúsi Kjartansinni. Já. Magnúsi Kjartansinni? Það var Magnús Blöndal í nýsmiðinni. Já. Og hann og Ríkharður Suman eða svona. Já. Við höfum að tala um þetta við tækifæri. Já. Sko. Og þannig nú þetta sem að ég var við og sérstaklega ef að fólk að nota sko bara á 2 metrunum hérna svona þá við erum svo fá hérna að maður verður kannski var við að það einhverjar á bylgjunni en þeir vilja ekki svara manni af því þeir halda
að þeir kunni ekki að hafa sódasamband. En það bara ekki þannig að eina krafan sódasamband bara þetta, sko, bara samband sem telji gilt og það ekki öll samband gilt, sko. Það er nú algengast að gera ráð fyrir því að það náist rapport báðar leiðir og svona. Og maður heyri að það sé kvitta fyrir það sem sent og svo framvegis og á þess að ég geti þulut kannski eitthvað mjög nákvæma reglur þetta þá höfum við held ég allir tilfinningu fyrir því hvað gilt samband og hvað ekki og núna allavega að þá það sóta þannig að bara hvaða venjulega amatörssamband sem talið gilt að það gildir fyrir sóta og nú bara hort á loggin sem að virkirinn, tindavirkirinn, aktívatorinn sendir inn, að það bara tekið sem gilt, gott og gilt og treyst á að hann sé heiðarlegur. En það held ég að menn sé nú kannski bara fyrst og fremst að svindla á sjálfum sér ef þeir eitthvað að draga undan með það. Og þannig að núna alveg klárt að maður þarf hvorki að vera skráður inn í kerfið eða kunna neitt umfram það að hafa bara gott og gilt venjulegt samband til þess að aktívatorinn geti nota það í lokin sinn. Og þarna sjáum við að þetta er lengri þessi póstar, ég get kannski byrkt á allavega þið viljið kannski á síðun, ég veit það ekki. En allavega hann svaraði bara eins og ég bjóst við og akkúrat þetta, já, endilega reyna að fá sem flesta til þess að bregðast við og svara sótastöð, vegna að það getur orðið kveikjan að því okkur fjölgir sem að við erum í sóta. En sko, ég hef bara oft orðið bara við það að menn segja, sóta, nei, heyrðu, ég kann ekkert á það, nei, ég ekki skráður, ég kann ekki reglurnar, það eru heilu bækurnar að lesa, ég kann þetta ekki, sko. Og svo sem maður einhvern veginn að skila endilega, maður skildu til að skila einn sko logg sem chaser til þess að fái tindin viðurkenndan, þá þarf hann að fá kannski rapporta frá 4 sko chaserum til þess að fá, en það ekki svoleiðis. Hvort það var svona einhver tíma, að það skal ég ekki alveg segja, en það ekki lengur þá. Þannig að gera að hafa samband við þá sem að þeir eru í sóta og fyrir fólk sem til þess að ganga í amatöri íslenska sem að ganga bara með handstafuna sína á fjöll, endilega ef þið heyra að þá vantar sótasamband að hafa samband við þá. Og reglunum samband bara það þarf að gefa rapport. Já. 5, 4, 5, 6 og þegar maður skiptir það nafnin, ég sýnst að menn skauti við það. En skauti það, þá hefur ég gefa nafnið líka. Við minna nafn mannsins? Já, það var nú frekar að sóta hefur lagt áherslu þá ekki að gefa sko tindin upp. Og það kemur, af því að þetta eiginlega orðið regla með spotti sjálfur, þá kemur það bara úr spottinu. Já, það gerir það sko, já. Það flettaði upp þar, já. Og hérna ekki úr rapport. Já. Og það sem mann að tala núna sem spott, að það hafi verið mjög lengi í amatörbranssanum svona einhverja leiðir, vefir og svo framvegis eftir hvað tæknin hefur komið langt. Það sem hægt að tilkynna stöðvar sem spennandi að hafa samband við. Og þá þótti mjög svona ófínt að menn væri að spotta sig sjálfir. Sko, að við ekki athygli á sig sjálfir og svoleiðis, sjálfspotting þótti ekki fínt. En það þykir það albesta í sóta að menn láti vita af sér og það sérstaklega leiði til þess. Ég ekkert með það á þessum glærum. Ég spurði bara Einar, hann veit allt það, ekki ykkur á það. Vili, nú það alveg áþekkt að menn eru náttúrulega ekki að logga 2 metra samböndin á FM. Já. En þarna í þessum tilfellu væri gott hjá mönnum að logga það til þess að geta að menn fengi þá stig fyrir eða upp á tíma og annað slíkt sko. Já. Ekki rétt. Ef eldir langar í stig, þá getur hann gert það. En það þarf ekki greinilega fyrir bílkinn. Já.
En allavega að allir geta haft sótasamband og þeir taka ekki á sig endilega neina skyldur að senda inn hérna. Auðkennaðu menn sig eitthvað sérstaklega ef þeir eru með sóta? Já, maður kallar, sko, nú veit ég ekki alveg með þessar stafræna aðferði, ég hef aldrei notað þær sko, en á Mosliklum þá kalla ég CQ og segja oft CQ sóta sko. Stundum, já, til þess að vekja athygli á því að ég sé á sótatindi, þannig að þeir sem eru að safna sem eldast við tindana, að þeir heyra ég á því, og svo eru líka svona ákveðna tíðinir sem að maður heldur sig á, til þess að í kringum svona 14.062 á morsinu á 20 metrunum. En einhverju sérstakir tímar, eða þetta, þú getur verið... Nei, engin sérstakir tímar, en þegar, svo geta menn líka gefið svona alert fyrirfram að þeir ætli að fara á þennan tind á morgun eða seinni dag eða eitthvað og gefa þá, og þá alltaf sko ETA, það er Estimated Time of Arrival, það er gott að gefa það upp, en menn gera sig grein fyrir því að það getur oft seinkað mikið út af bara veðri og öðrum aðstæðum sko. Þetta er ekkert eins og kontest sem stendur yfir ákveðin klukkutíma? Nei. Þetta er öðruvísi en kontest, og sérstaklega þetta, sko í kontesti þá held ég svona yfirleitt ekki leitt að sponsa sig sjálfur. Það er... Nei, það er ófínt. Það er allavega ófínt. Nei. Og sko þeir, í sótaliteratúrum þá var nú strax haldað með þetta ætti ekki að vera neitt svona competitive. En samt er nú búið að setja upp alls konar svona batsis og svona sem hægt að fá þannig, menn að keppast við. En en ég legg svolítið áherslu á það kannski bara í þessu sem að endanum þegar ég finn nú að nálgast hann bara bráðum held ég. Og þá, þetta er áhugaverður punktur með competitive eða keppnir og kontesta og sóta. Hvað með sóta og varkböndin? Sóta og varkböndin? Þau eru þar, við erum þar. Sko... Það á ekki verið að kontesta á þeim? Ég hef einu sinni verið á 18 metrum og það var eitthvað sem var að skamma mig fyrir þetta mætti ekki verið að kontest þarna. Ég sagði að sóta væri ekki kontest og... Þetta er bara ekki einu sinni. Ég er bara að spila forvitni sko. Ég þessum ekki til að skera úr það hér og nú sko. Nei, fyrir mig hvort það væri einhver... Nei, vegna þess að... Praktis í því? Nei, þetta er ekki beinlínis kontest, þannig að það er ekki þeim skilningi sko. Nei. Kontest og við erum á 17 metrunum og venja 10 metrunum. Það er 30 metrunum. Það kemur einhverjum í huga. Já, það er, þetta er til þess að það séu einhver bönd, þannig að venjulegir amatörur sem hafa engan áhuga á kontestum geti verið í friði þegar allt annað er bara alveg... Kontestin virða það? Þessar stóru kontestar það leggja svo svakalega undir sig sko. Upptöksinn hjá Dick Baldwin sem fann upp þessi band fyrir amatöra og hann sá nokkuð týndi huga að væri eitthvað að fá viðbóta band og hann sagði að það hefði verið partur af samningaviðræðum til að fá bandin að vera með, sko, að þau eru deilt, sko, að vera ekki með mikla trafík á bandunum. Þannig að það hefði ekki kontest. Einmitt. Það var bara svona tilmæli eða... Já, á þeim tíma. Þau eru fyllt, sko. Þetta var á þessum tíma þegar við vorum út á Granda. Já, þau eru verið fyllt, sko. Það er til að vera ekki með af því að við tröflum aðra. Já, líka það. Það er bara svo lítið pláss á varkböndunum. Svo ætla ég að benda ykkur hérna á sko að þetta að fara svona alveg á fullum fetum út í þetta með allir þessari tækni og öllu þessu sem kemur til greina sko, að það er dálítið að setja sig inn í og komast upp á lag með, en til dæmis ef að menn vilja bara byrja að safna fjöllum í skrána sína, þó sem ekki endilega að sperrast við að safna punktum, heldur bara að safna fjöllum í skrána sína. Og sko kona mín, hún fór með mér á meir en helmingin af þessum 100 tindum og til að byrja með að þá
þá gleymdum kannski stöðinu sinni, 2 metra stöðinu, þannig að það vantaði að við getum haft samband okkar á milli sig hvorum megin við virknilínuna sko, virkjunarsvæðislínuna. En svo áttaði hún sig á því að hún gæti safnað fjöllunum þó það væri bara eitt sambandi við mig og svo gæti hún líka verið chaser á mig þegar ég var upp á tindinum. Og þó að ég væri með vorsambandi við útlönd og kannski miklu meiri virkni, að þá allavega fekk hún áhuga á því að hafa sína 2 metra stöðum við og fá tindið þar með skráðan á sig. Og þarna sjáu þið sko að sko, það eru komið núna 3-4 ár síðan og veiktist og gat ekki haldið áfram með því sjáu að hún sæmilega sett ennþá á þessari skrá með 38 tinda og þetta það sem að unique tindar, það sem kallað unique tindar, að það bara tindur sem maður farið á einu sinni sko. Svo þetta fara oftar með ársmillibili, það ekki? Einu sinni almanaksári. Já, á almanaksári, það miðast við almanaksárið, þannig að ef maður vilja vera upp á fjalli á gamláskvöld, þá hægt að hafa bara þessi 2 sambönd bara með nokkura mínúta millibili. En þetta allavega, hún var bara, og ég var alltaf stoltur af henni, hún þá, eftir hún fekk þessa hugmynd að gera þetta svona, þá hún með þessi 38 tinda þarna. En svo einar ekki, og það að stendur þarna í sótatöflunum sko fjöldi tinda, þá eru endurtekningarna með í því, það ekki? Ég er 354 sömmu sem það eru bara 130 sko júnit, það önnur taflan en hér? Já, þessi hérna? Já, þú ert ekki búinn að fara á 350 sérstök fjöll, þú ert búinn að fara sem sagt oft á mörg fjöll sko, mörg af þessi fjöllum. Það önnur taflan í database sem sýnir það? Já. Og þá gerðu greinamunur á því að það sem að sko ákveði fjall, það kallað unique, það ekki? Unique summit. Já, en þar sem að hún var nú svolítið fyrst að reyna kannski að vera búin að hafa sketta við, hafa samband við einhver amatör á Akureyri og svona til þess að fá svolítið fleiri punkta með því að ná fleiri samböndum á 2 metrunum, en svo gafst hún alveg upp á því, þetta var svona vesen og hassur, vesen, já, að reyna að ná og sætti sig bara lengst af við það að hafa þetta eina samband við mig, þar sem hún var þá upp í virkjunarsvæðinu og ég var þá komið niður fyrir. Og hún vildi samt helst alltaf vera upp á tindinum, upp á hæsta punktinu, eða þar sem að ég hafði ópererað á stuðbylgjunni. Og þá tók þetta svolítið tíma að hlaupa svona fram og tilbaka. En svona geta menn alveg byrjað, og þá þurfa þeir náttúrulega að líka læra á þetta að tilkynna sinn aktivatorlog úr ferðunum inn til sóta. Og það ágætt að byrja svona, svo geta menn alltaf fæst upp á skaftið og haft þetta meira og meira og tæknilegra. Já, og þá þetta líka með svona ýmsa sérvisku sko, að það þurfa ekkert allir að vera að gera akkurat það sama sko í þessu sóta. Þau ætla að fylgja grunnreglunum, en að öðru leyti geta þeir bara sniðið sótavirkni sína að sínum sérstöku áhugamálum. Eins og til dæmis kemur fram þarna að við vorum ekkert endilega spennt fyrir stígunum, frekar það að við vorum að safna bara á okkar kallmerki fjöllum, og þá unique, sem sagt fjöllum. Og svo annað líka, ég hef stundum sagt að ég kláraði svona, fekk útrás fyrir torffæru akstri bara fljótlega upp úr 20 og svona dálítið mikill svona náttúruverndarsinni líka og svona, og það stundum hefur það nú pirrað mig sérstaklega þegar ég sá hvaða á minni ævi
fjölgaði jeppaslóðum fjöll og fundindi hérna í kringum Reykjavík. Þannig að ég svona ekkert voðalega spenntur fyrir að nota hérna mótorafl til að fara á fjöll. Þannig að ég hef, og það hefur eiginlega tekist bara eiginlega alveg 100%. Einhvern tímann hefur þurft að fara kannski 200-300 metra samt inn á einhvern slóða af því að það fannst hvergi staður þar sem ég gat lagt bílnum og eins og þið vitið að þá er nú ekkert auðvelt nú til dags að leggja bílum bara út í kant á þjóðveginum. Það er ekki eins og þegar ég var ungur að það var alltaf hægt að leggja út í kanti bara eða fara út af kantinum og finna einhvern góðan stað til að leggja. En þetta hefur gengið eiginlega bara 100% eftir hjá mér að fara fyrir eiginafli frá bara venjulegum svona númeröðum vegum sem ég finnið bara í númeraskrá vegagerðarinnar. Og leyfi mér hins verend þá eigið afl að fara bara á reiðhjóli og skíðum, gönguskíðum. Þetta hefur töluvert notað. Þannig að hver og einn getur bara gert þetta dálítið svona snýjast eftir sínum áhugamálum og sérviskum. Síðan er þetta hérna að það er ekki eins og Sóta hafi verið fyrstir til þess að gera þetta. Ég man bara eftir því þegar ég var svona eitthvað 15 ára að þá las ég þetta og að því ég var skáti eins og Andrés og fleiri hérna skáti að þá var ég strax með ótrefandi áhuga á svona portable stafrækslu og ég man hvað ég var hrifinn af því fyrir las þetta bara sem unglingur að Svissararnir, þeir voru með svona í gangi og það er líklega það sama og ég held að þetta sama að þið kalla enn þann dag í dag eitthvað National Mountain Day á ensku kalla það. Ég held að þetta sé bara ennþá sami atburðurinn og ég var mjög hrifinn af þessu að þeir væru að bera tækin upp á fjöll og þarna voru nú lampar og þá þyngri batteri og allt svoleiðis sem að voru notuð að ég var mjög hrifinn af þessu og ég man að ég lasa líka að menn fengu eitthvað stig eftir hvað þar held ég hafi þá verið þannig að þá gilti það hvað þeir báru tækinn langt, ekki endalega hæðin yfir sjávarmáli. Við minnir að vera þannig. En ég man hvað ég var hrifinn af þessu, ég las þetta sem að Svissararnir gerðu. Og þið sjáuð að mörkin eru fyrir þyngstu á þess 6 kílógramm og það er nú stórt. Það er þungt tæki nú á dögum. Síðan sjáum við neðst, báðir þessir menn, þeir sögðu mér hvor í sínu lagi frá þessu, þegar þeir smíðu sér, þegar þeir voru í MR, voru bara námsmenn í MR, þá smíðu þeir sér báðir lampatalstöðar og Kalli Eiríks, hann var síðan radioamatör Sæmundur Óskarsson tók aldrei út leyfi sem radioamatör en hann var yfirverkfræðingur í radiomálum lengi vel hjá Landssímanum. Hann hefur verið það þegar þú varst að setja saman mæntanlega talstöðarnar Svo var hann prófessor í þessum radiofræðum og svoleiðis í verkfræðideildinni. Og ég fekk þetta frá Kalli Eiríksson, sagði mér þetta miklu fyrr Þegar ég var unglingur þá hafði ég mikið saman að sælda við Karl Eiríksson og sumir ykkar kannski vita að ég er radioverkfræðingur eða rafeinda og radioverkfræðingur og ég heldi nú fram að ég hafi lært jafnvel eins mikið bara af Karl Eiríks eins og ég hef lært í skóla. Hann var alltaf svo áhugasamur, hann var alltaf til í að svara öllum spurningum og talaði við áhugasama menn og talandi við tölum stundum saman í 2-3 tíma bara skýringar á einhverjum teknilegum vandræðum Það er kannski Ormsson. Hvað segirðu? Ormsson? Nei, það er annar Karl. Það er annar Karl. Sá Karl að skrifa bara með Kái.
En þessi kalli, hann skrifað með sé, af því að hann af dönskum ættum, sko. Karl, pappans var forstjórið þess sem var kallað Smjörhúsið. Og Steinarhlíð, veit ég hvort þið þekkið Steinarhlíð, sem hefur ekki verið barnaheimilið þar, alveg inn undir Elliðaánum, á norðanverðu við. Mjög sunnalega Suðurlandsbraut. Já, Suðurlandsbrautina, já, Suðurlandsbrautina, norðanverðu við gömlu Suðurlandsbrautina og stórt tungl í kring, að þar ólst Kalli Eiríks upp, sko. Og báðir sögðu mér nú hvor það var sem að fór á Vífilfellið með stöðun og hvor var hérna í bænum á móti, en bara svona síðan fyrir 2-3 árum þá var ég búinn að gleyma því, þannig ég vildi ekki fullyrða hvor það var og segi bara annar hvor þeirra fór á Vífilfellið. Og Vífilfellið skal ég segja ykkur að það mjög gott dæmi, ef þið horfið bara til Vífilfellsins, að þá lítur það út eins og alveg tilvalinn sótatindur, það ekki? En það ekki sótatindur af því það hangir saman með hábunguna í Bláfjöllum. Það vantar þessa 150 metra lækkun sem nauðsynleg til þess að gæti verið stakur sótatindur. Það ekki að vera að koma 20 mínútur? Jú, komum 20 mínútur. En af því að ég nefndi lampatæki eins og voru þarna þegar Svissarna voru að byrja og ég hélt að það svo mikið ungu fólki hérna að ég taldi nauðsynlegt að sýna mynd af heimasmíðan lampatækjum. Þetta eru tækin hans hérna Tóta Páls. Var eitt frægasti amatör í Íslands í hérna áratugi. Læriði hérna útvarpsvirkju hér í Reykjavík, frá Akureyri og fór aftur norður og var þar lengst af. Og hérna sjáið þið sko, þetta hátíðin, hérna spóla sem, mér sýnst þetta dálítið sver nefnilega koparrör, þannig ég hugsa þessi spóla fyrir 20 metrana og þéttirinn hér sem var resonerar. En svo hérna ábyggilega, þetta power supplyið fyrir lampana, þeir þurftu háspennu á plötuna, þið vitið það allir hérna. Og svo lágspennu bara riðstungjarnar og glóðina sko, en svo hérna líka, þegar maður notaði AM, þá það bara venjulegur í rauninni audiomagnari sem notaður, nema útgangsspennin þarf að passa við impedansinn sem þarf til þess að móta hérna á sendin. Þannig að hérna eiginmótarinn og powerpackið ábyggilega þessu hér. Hvort að hann hefur smíðað þetta eða ekki, skal ekki segja, það þessar rillur hérna sem að geta svolítið svona professionalt. En sko hann var ansi mikið fyrir það líka að smíða eða láta smíða á bara bryggsmíðaverkstæðum ansi fallega kassa utan margt af því sem hann hérna bjóð til. Þannig að þetta geti vel verið að þetta sé líka heimasmíða, þetta fína tæki þarna. Ég sé að sko lampatæknin sem að sést á þessari mynd. Já. Og mönnum hérna upplifa hana margir og þekkja sem gamla tækni. Já. Sko aðtæknibyltingin ekki að fara úr lömpum, sé ég. Nei. Þetta menn hafa uppgötað það að setja dótið inn í kassan en ekki utan á. Já. Við Kristján Benni hérna, við vorum vannir, þegar vorum í menntaskóla. Þá fórum við annarkvort á laugardögum, það var kennt á laugardögum, sko til að byrja með, en maður slapp heim svona upp úr hádeginu og þá fórum við annarkvort heim til hans í Barmalínu eða heim til mín í hérna Lindagötuna til þess að smíða eitthvað, alltaf að smíða eitthvað, prófa nýjar rásir og þá beygði maður bara álplötur í svona vinkil og svo bara notaði maður bora, maður átti kannski mjög stóra bora, maður þurfti búið til stór göt kannski fyrir lampahöldur og svona, þá voru bara fjalir og svona. Þannig að það var mjög algengt að við værum á laugardögum að smíða annarkvort heima hjá honum eða heima hjá mér einhverja græjur. Jæja, Vilhjálmur. Já. Tíminn kom inn. Já, sjáðu, býtu við, það er bara ein glær eftir. Ég trúið ekki að ég hafi náð 45 mínútum með það. Og komum klukkutími. Sjáðu hérna. Það þetta hérna og þá ég búinn. Þetta sýnir hvaða beygði snemma krókurinn í áttina því að vera með portable radio. Ég held að ég hafi teiknað þetta þegar ég var 15 ára í Landsbóksbrekku í Gagóon. Það hefur bara haldist á hönnunastíð og farið á. Já.
Já, þá bara þakka ég gott hljóð og skemmtilega spurningar. Þá ekki gera ráð fyrir því vilja að þú takir saman smá texta sem birtist í CQTF. Og ekki gera ráð fyrir að þú takir saman smá texta sem birtist Já, hvað? Þetta sem hún talaði hér. Já, við sjáum til, það er svo margt sem þarf að gera. En Einar Kjartans, þú ert aðal maðurinn, viskan í þessu öllu saman. Ætlar þú að fræða okkur þetta einhvern tímann seinna, öðru sinni? Myndin uppi? Já, ljómandi gott. Takk fyrir komuna í kvöld. Svo klappa fyrir þessa mönnum. Já, þetta, já.